Já, komið sæl og velkomin í Karlakofan. Þáttur númer 19. Það er 14. nóvember. Hvaða byrjun var þetta? Ég ákvað þetta 5 sekúnd áður en við byrjum að taka upp. Þannig að hvað annað Jesse? Þetta er bara fín byrjun eða? Nei. Okkur ekki. Bara. Það var bara maður að vera stressaður. Fara í loft. Já. Hvað heldurðu virkilega ég væri Stressaður? Stressaður? Hann er bara stressaður og hræddur framhaldið. Það er Framhald kæftiprófans eitthvað? Nei, bara framhald lífsins. Það gæti verið eitthvað maður að hella bensinni og yfir hann og kveikja sig á nýju eða eitthvað. Það er hansi gaman. Já, eigum ekki að fara í liði. Nei, bara einhvers. Já, heyrðu, en Þetta er bara orðið svo mikið spjallaðvort núna. Já, þetta er Mikið meira svo líf. fyrst var þetta comedy sko. Þetta hét það á hlaðasveitum. Comedy. Við skýrum þetta comedy. Já, núna er þetta bara Skýrðum þetta? Núna er þetta bara Ég lýsi þér með nafni Hvað annars þau ég segja Ólfur? Nefna. Núna er þetta bara svona relaxing chat sjó. Skýrðum þetta, gefur svo nafni Já, Ólfur reyndar er tvíhöðu skrifað sem comedy. Þú veit það sé meira svona rólega spjall. En þetta er svona grín. Við erum ekkert að þetta er ekki tilfinningarung þáttur. Þannig að þetta er held ég comedy þáttur. Þetta er ekki tilfinningarung þáttur, þetta er ekki karllembu þáttur. Nei, þetta er grín þáttur. Þetta er ekki grín, þetta er bara eitthvað alveg nýtt. Við erum bara búið til eitthvað alveg nýja tegund. Tilfinningarung, þá er ég ekki með. Tvíhöfðu tilfinningarung. Já, einhverju leyti. Það má telja það einhverju leyti. Já, ég get ég bara, Heyri, en ef að segja Þetta er svona Jón minn Já, það er bara að segja Ég er eitthvað skotin í þér Já, síðast eftir tvið þá var svona tilfinningarung sko, þá var Jóngnar að segja hann er alveglega þunglindur. Já. Þannig að Úlfur, varst þú ekki ekkert svona með tilfinningarung í Karlakonum? Við erum komið með lið sem heitir svona tilfinningarung í Karlakonum. Já, ég er komin með Úlf en hann segir að hann sé þunglindur á páskunum. Úlfur, Nei, ég er það ekki sko. Ég er það ekki. Nei, hvað fengið þessu Ég upplýkar? er svo dapurlegt að hugsa páska hér. Þetta er helviti stefað, þetta er helviti pírundar. Heiði, en þarna, Mattias, þú ert alveg svona gelgja, þú ert bara með húfu inn í stúdíónu, sko. Ég veit að þú er oft verið með derhúfu, en Já, ég gleymi bara alltaf að taka húfuna á mér, sko. Þú mátt alveg hafa hana, sko. Það er allt í góðu lagi. En allavega, þá er hann, ef að segja, Magnús, hann er undir borðinu, sko. Já. Hann er Hann sofandi undir borðinu, Magnús. Ég veit ekki af hverju hann er sofandi. Hann bara Hvað segirðu, Magnús? ógeðslega þreyttur. Já, ég segi bara hreint. Maggi, þú hljómar eitthvað eins og Mattías. Nei. Ég er ekki Matti. Heyri, smá sem ég ætla að fara á klósið sökar. Já. Ok, bless. Heyri, Maggi, hvað segir þú gott í dag? Ég segi bara hreint. Ok. Já, Magnús, hvað segir þú í dag? Ég segi bara hreint, já. Já, en það ekki. Jó. Jú, en þannig hvað, er ekki að hattin tæmur þess að gott? Já, ég er búin að taka svona tilfinningar og mínus tilfinningar við þetta. Hörðu, þetta var grín. Nei. Magnús er í hraðprófi. Magnús er ekki með Ég ætla að fá stíka pínanum minna uppi. Ég veit þetta er rosalega nákvæm eftir líkingar. Hann fer í hraðpróf eftir 1 mínútu. Þannig kannski eftir svona 20 mínútur þá hringi ég hann. Úlfur, hvað ertu að gera í símanum mínum? Hvað ertu að gera? Ég kveikti á honum. Og síðan tókstu hanga í hann. Hættu sem. Jú, það er Karlakofan. Strákar, ég er ógeðslega harðastan pínu minn núna. Nei, hann er að ljúga. Hann er að ljúga. Þessu drengurinn. Nei, ég er ekki að ljúga, sko. Já, er það vegna þess? Heldur þú kannski bara að séð hana? Já, er það vegna sem við erum að tala Hat in Time og tilfinningar á sama tíma og þá þurfum að fróa sér yfir að Hat in Time hlýtur að vera geggjað og þá fekk sér tilhugsun og hún fór bara beint. Nei, ég verð ekki graður yfir að Hat in Time og það er meira bara Maggi. Já, en við skulum ekki vera að gera grín á hann minna, sko. Nei. Við dæmum engan.
Við ætlum ekki að dæma fyrir að honum líði svona. Nei, en þið ætla að dæma mig. Nei, fólk segir að sér tvíkynhneigt og samkynhneigt og hvorukynhneigt og úlurhættu. En þarna, sumir bara tölvuleikja kynhneigðar. Við dæmum ekki neitt að það nokkuð. Nei. Sumir eru kvikmyndakynhneigðir, sjónvarpsþáttakynhneigðir. Það til margar kynhneigðir í dag, eins fjölbreytt að vera. Ég held að það sé eitt að koma neitt á markaðan. Það dýrakynhneigð. Sem bara fólk bara laðast að dýrum. En strákar sem bara viðurkennd Strákar Nú Við langar aðeins að tala við núna. Nú Svona, við langar að tala þetta sem fólk þarna segir að þeirra trúa á hluti. Ekki einhverja svona trúi svo kristni eða neitt. Heldur eins og einhverja verur, eins og goblins eða draugar eða geimverur. Já, yfir náttúrulegt. Eða stórfót. Þú sagðir ofur náttúrulegt. Ofurhetju náttúrulegt. Þannig að svona trúið þið á eitthvað eða trúið þið á eitthvað sérstakt sem var til? Ég trú ekki á drauga, ég trú ekki á vampíru, ég trú ég náði geimverur. Það gæti alveg verið til Við erum geimverur. En já, en ég er að tala með öðrum plánetum. En ég get lofaði því ég trú ekki að segja svona grænar með eitt auga og segja bíbú bababú. Þetta er meira bara svona frekar venjulegt. Mér líka best við þess að þetta með stóru hausana og með þarna svörtu auga. Ég veit þess að ég er samt farið að pæla í hvort að við séum bara ein hérna. Ég verði hvort það séu bara ekki þannig. Ég hef pælt í því. Gæti alveg verið En hvað með goblins? Hvað er það ekki eitthvað svona eitthvað tölvuleik? Nei, það er þarna grænu þarna vondu dvergálfarnir þarna. Já, ég trúi það. Nei, ég trúi ekki. Nei, ég trúi það. Ég trúi ekki á það. Hvað heldur ég að segja? Gogl, mér langar í gogl. Þeir elska gogl. En það er kjaftaði. Mínum að til. En svona, hvað lét fólk svona trúa? Hvernig byrjaði þetta? Byrjaði bráði Þetta byrjaði þegar mamma sín og pappi þinn þau byrjaði að elska hvorna Mamma mín og pappi að elska hvort annað. Þetta byrjaði bráði það ég get sagt hvernig það byrjaði. Það var fullt af fullorðnu fólki og síðan þá fannst þau svolítið gaman að gera kynlíf og þau voru ekki svo smokkar, þannig þau eignuðu svo mikið af börnum og þau vildi að heyra sögur. Þannig að þetta fólk þá gaf búa til svo mikið að svona sögum eitthvað svona geimverur og eitthvað svona goblins og vampíru og drauga og þau bara, en þau glemdi alltaf að segja að þetta væri bara eitthvað rugl og þau sögðu sömu söguna kynslóð eftir kynslóð og þetta hefur bara alltaf verið að glemst að segja þetta bull. En ég held en núna er þetta svolítið búin að þróast við og núna er fólk orðið klárara með fleiri heila. Þetta er yfirnáttúrulegt. Núna er fólk með fleiri heilasellur. Heilafrumur. Já, en þarna getur sett aftur mér það þægilegt að vita hvað erum að tala um ekki. Já, svona. Já, ég verði skrá hvaða hljóð voru með þérna. Þarna hvað? Já. Þú varst að segja eitthvað goblins og það. Já, ég var að sögu tíma. Já, þarna top 10 svona það er alltaf þessi top 10s fucking draugar sem fundust í húsinu mömmu minnar í gær. Já. Og það er eitthvað svona þessi draugur hann var undir sængina mömmu minnar og það er fugglæðing. Ég ætla að gera tónlistundur það ætla að gera svona. Ég ætla að sína ykkur eina svona. Við getum gert þetta sem svona one time lið. Ég ætla að sína ykkur svona eitt svona sem ég fann á internetinu. Það er einn youtuber sem er svona frægt mím sem heitir Chills sem var frægur fyrir number 15 Burger King foot lettuce. Number 15 Burger King foot lettuce. Og það er hljómar eins og gerfugreind. I am actually just an AI talking in a humanoid voice. Nei, hann er miklu meira svona sko. Number 15 Burger King foot lettuce. The last thing you'd want in your Burger King is the last thing you'd want in your salad is fruit fungi. Bangus. Ég er að reyna að leita eftir mynd svona sem að ég fekk og paradigma
Já, Arnmundur alltaf með Arnmundur alltaf eitthvað svona top 10 weird things found in images eitthvað svona, hann var einu sinni eitthvað að horfa á það TikTok-an Arnmundur Ertu að dæma mig? Já, ég veit Það er sér kona sem alltaf haldandi Já, það er mikið að svona kjafta sko En sko, These are the top 10 ways people have died on stairs Ég fekk þessa mynd í tölvupústi Ég get, já, frá ykkur bara En frá Hvaratus, ég veit ekki Ég er óvart í áskrift að þessu Ég kann ekki að fara út úr þessu En allavega, þá fannst ykkur þetta fekk þá fullt af fólk sem sagði bara Þetta er álfurinni draugur, sko Þetta er bara eitthvað Photoshop kjafta eða það ekki Ég svo setja þetta inn á Instagram þegar þátturinn kemur út Þetta er einhver draugur á bókasafn Farið núna aðeins á TV Ísland á Instagram og þið sjáu mynda Hætti það fucking dæma og honum langaði bara að fá bók Já, þetta er bara kjafta sko. Já, hann svo líka stórfótur Stórfótur, já Stór tippi, stór já, hendi veistu, Úlfur, bara, ég held að við séum búin með sömra Nei Svarið mitt var, ég trú ekki neitt á þetta kjaftaði Þú trúr alltaf kjaftaði En þú, Mattías, trúið þú þetta kjaftaði? Nei, ekki nema kemur Hvernig var samt eiginlega stórfótur? Stórfótur, það er bara Komin í söguna Það var bara einhverju fullorðnir sem voru alltaf græðir og eignuðu fullt af börnum og söguna sína þetta er svona skrýmislega stórfótur, þetta er í alvöru En hvað með Kraken eða Cthulhu? Þú veist ekki hvað það er? Úlfur, það var minn hlutur af trúabræði og þú sagði við ætlum ekki að dansa Er það hlutur af trúabræði? Ég bara veit ekki hvað það er Það er kolkrabba Já, þetta kemur frá minnum þetta er eitthvað í grískir goðafræði það er alltaf leið ef þetta er eitthvað svona trúabræði en ef þetta er bara græði fóreldrar en segja börnunum sínum eitthvað þá er þetta Ég held að þetta var bíl þarna eða kannski er draugur í kompunni bara ég virði all trúabröðarsfólk þannig að, já ekki nema músík ég er ekki að vera að segja hvað það er ekki til neitt svona eitthvað svona það er ekkert til það er ekki til neini vikingar þarna á Norðurlöndum en svona ok, en það sem er líka virkilega við svona hvað það þarf ekki endilega að vera veru það getur líka verið eitthvað svona einhverja mystery eins og Bermuda þríhyrningurinn Bermuda þú veist hvað það er Arnmundur já, skál, Bermuda þríhyrningurinn já, hvað fólk fer inn í Bermuda þríhyrningin kemur svo ekki aftur hvað málið það? Það er bara ekki kæft það er bara ekki tíu af slúður þetta er bara loftfræði það er bara þannig ég segi ykkur, hvað er svona fucking flókið þetta hefur, ok, þannig að það sem gerist þarna er að það er 3 eyjur eitt þeirra hefur Bermuda á þeim Bermuda borgin þá og því það og í þessu þríhyrning þá er dýpi sem myndast hann er mjög létt að skip sem sökkva þarna og flugvélar sem hrapa þarna það er líklegt að það er týnist út af það er svo mikið dýpi og ekki bara það heldur líka myndast mikill vindur þarna sem er líklega það fyrir ég held að þetta var bara þannig að það var bara rólegur dagur hjá TVF það var enginn þess að fréttina að sögur komum með ykkur að frétt ljúum þetta já, oh my god fullta áhorfi þannig að ég las einu sinni þín eigin undirdjúp og eitt af því var að fara úr Bermuda þríhyrningi það er bara Ævar Þór hann littis las ykkur að TVF ég ætla að skrifa þetta í nýju bókina mína þetta gerist bara þannig og það sem að gerist þegar þeir fara inn í Bermuda þríhyrningin er að það koma fullt af svona dánu fólki trúirðu því bara? Nei þetta er alveg staður og svo gæti þetta augljóslega bara allt verið tilviljun mamma sagði mér einu sinni að það væri einhver sem þarna var eitthvað að hlaupa að þarna flugmanninum í flugvélinni sem hún var í ég man ekki alveg hvernig þessi saga fyrir en hún var eitthvað svona erum að fara að keyra inn í Bermuda þríhyrningin oh my god
Hún alveg í panikatakki sko. Já, þetta bara svona eitthvað túrist. Þannig að þetta eitthvað trú sko. Já, það eitthvað dularfullt við Bermúd. Hún bara las bara svo tíafrétt og trúði henni. Þetta er helvítis pírat þess að ég held að Bermúd Píratar ættu að vera blótorð. Helvítis. Ég elskar hvernig við þurfum að flokkurinn á þinginu er Viðreisn, Sjálfstæðisflokkurinn, fylkingin. Flokkurinn. En ég er alltaf að gleyma strákar hvað Illuminati er aftur. Það hefur eitthvað að gera með kirkjuna. Já, munið eftir krakkanum sem var alltaf í fjórða bekk vinur þennan Úlfur. Nei. Hann var alltaf eitthvað Illuminati. Já, það var Potato. Ég hætti að segja það var alltaf þessi þrýningur með auga og þetta er X-Files. Já, X-Files. En það er alltaf að segja Spaukstofan gerur greina X-Files. Þetta var Kex-Files. Já, það var svolítið mig Kex-Files, já. Það er myndir. Þetta er svo Kex-Files með bara. Já, en skjál. Ég fór í heimabíó í gerð. Þetta er XXX-Files. En við láka fyrir Mattías, þú manst allt. Þarna, hvað er þarna Illuminati aftur? Ég man ekki mikið eftir því. Manstu ekki eftir því? Fyrir mig er það bara eitthvað svona grín. Það var eitthvað kirkjan að plata fólk eða eitthvað. Þú séstu kirkja. Ég held alltaf að það væri bara eitthvað svona mím úr eitthvað svona tölvuleika. Nei. Þetta er búið að vera eitthvað lengi sko. Þetta er bara eitthvað svona eitthvað sem enginn veit. Þetta er svona eins og lofthæna. Öll börn segja eitthvað, heitir lofthæna? Því maður það rosa fyndi. Hvað er lofthæna? Já, lofthæna, einmitt. Og öllu finnst það svo fyndið að maður heita lofthæna. Allir börn er eitthvað, lofthæna. En þarna það er ekki eitthvað gamalt. Jú, en það var öll börn í svona á miðstig er alltaf eitthvað með lofthænugrín. En þarna, og þetta er bara svona þannig að þetta er eitthvað svona sem er löngu hætt. Þetta Illuminati og öll börn er alltaf að segja Illuminati, lofthæna. Svo eftir skilja þetta. Illuminati, Við ætla að lesa þetta í svona rödd eins og ég þýði þetta á íslensku. Illuminati er nafn gefið til nokkur hópa, bæði alvörunni og skáldhópa. Sögulega fyrsta notkunarnafninu var notað í Bavaríu í Þýskalandi, þar sem bavaríska Illuminati sem var svona, hvað segir maður, sem var uppreisnilega. Þetta var gegn kóngafjölskyldum og þannig. Þetta var stofnaður 1776, 1. maí í Bavaríu. Já, ég skil. Já, og þetta er stofnaður af Adam Weishaupt. Þetta er svona hefð eitthvað. Þetta er bara notað yfir hóp sem er oft gegn einhverjum hóp. Ég held að þetta var eitthvað svona djöfladýrkendur eitthvað kjæftað eitthvað. Já, það er oftast notað yfir einhverju þannig. Illuminati, djöfladýrkendur. Einhverju svona fjórða bekkja krakkar eitthvað. Hvað með að þetta verður næsta hvað ef að þetta verður næsta hljóð í næsta þætti? Illuminati. Já, kannski. Illuminati. Já, hvað er Mattías að horfa á? Já, þetta er bara hvolpar. Heyri, en þarna vitið þið það að þarna, ég var að loka þessari umræðu yfirnáttúrulega hluti, ég var að tala um eitthvað annað. Það var eiginlega komið þema bara þarna. Já, en það er svona margt fleira, en svo ég veit að segja, ég fór í heimabíó í gerð. Heimabíó, sá Home Sweet Home alveg. Ég samhryggist. Og veit það, hún var ekki jafn vond og ég held. Hvað er ekki samt búið að eyðileggja fyrir þér? Það var eitthvað Jó mamma grín og eitthvað. Þetta var alveg hræðilegt. En veitir það, þetta er samt alveg, ég sé ekkert eftir að horta á þetta og þetta eyðileggja ekkert upplifunina af Home Alone. Það gerir manni bara meira spenna. Þetta bara sýnir manni hvað fyrsta myndin er raunverulega bara mikið betri. En þú veist, þetta er ekki beint endurgerð, þetta er meira bara Home Alone 6. Þetta var gerast mörgum árum seinna og þetta er allt öðruvísi saga. En svo þetta er miklu svona, þetta er svo kærleiksríkt og einhvern veginn
En svo þarna, þetta er, ég ætla En ekki hvernig var hlutverki hjá Erin úr Office og þarna og Will Ferrell þarna klónin þarna Ég var að segja var Will Ferrell í þessu Nei, þetta var einhver Will Ferrell típa sem var Ellie Kemper sem leikur hún stóð sem mjög vel, hún eiginlega besta leikana, hún góðja leikana En sko ekki að segja Kevin McAllister krakkis leikan Kevin hann leik ekki En þeim leik stóra bróðins í myndinni Stóra Buzz hann leikur í myndinni Þetta á að gerast mörgum árum seinna og þetta er bara svona frekar svipar aðstöð sem gerast við allt aðra fyrir sig Hann leikur lögregluþjón Hann er lögregluþjón og hann er lögregluþjónn í þessum bæ sko og hann er eitthvað svona og það var eitthvað að segja eitthvað við týndu barnir okkar heimann þetta er hann að Kevin að gera eitthvað pranki menn þetta gerist við okkur hann að 1990 það var ekki bíómyndum þetta nei og kannski það ekki það var ekki bíómyndum þið eru ekki búin bíómyndu eitthvað en hefur ekki fullt að kalla veit ég það ég Þetta hljóma skilja Veit það, ég hvet ykkur bara til þess að horfa Það er betra að horfa á þetta en ekki Hello, anybody home, McFly Butthead En þú sýta ekki að eyðilega geta ómikið En þetta er rosa mikið eitthvað einlægum augnablikum eitthvað rosa væmni Sákar, ég sé hvað mér langar að sjá Home Alone, bara alltalsett í vondri dörskum með vondum dörskum Móð, mín konu Nei, langar að sjá það Nei, ég er bestur í lélegri dönsku, sko Leðum við bara að fá smá Já Guðmungur, ég held að Úlfur hafi gubbað Bara kynnt Jeg stupid bove Jeg ser kole i golf Så I renner Bang i det husen Logen lige thjone Komme handtække det bove The thief Jeg homele lungen En já, ég ætlaði að mynda að tala lögreglur svona lögreglur Til að enda sömröðu þá sagan er hræðileg Það gerst ekkert merkilegt í myndinni Því En samt á fólk að horfa Þið veitir samt hvernig ég var að leika á það Butthead McFly Það er líka að bjúa sem Ég er líka Biff Og Back to the Future Nei Hann er bæði 1, 2 Þannig að Biff karakterinn Og langa Fyrir hans Biff var í 3 Biff, karakterinn hans Biff Hann er byggður á Donald Trump karakterinn Maður sér það virkilega mynd nummer 2 þegar ég fær framtíðina og bara þarna þegar hann á hótelið En líka bara karakterinn þetta er svona leiðilegu kall eitthvað svona sem að leggja allir í einelti En já, En já, talandi lögreglustjórana eins og ég ætla að segja ónefndur lögreglustjórn í skólanum okkar sem við ætlum ekki að nafna út af því Ég held heitir hann sama nafni og einhvers við þekkjum vel Já, en ég veit hvað þetta er sko Þið veitir allir hverjum tala lögreglustjórn í skólanum Hann heitir sama nafni og eitt sem við þekkjum mjög vel Ok, Sakar í alvörunni, þegið þið smásund Ég reyna upp Á hverju þetta, ég sagði ekki neitt Hann er að tala Já, ég veit En já, ég heyrði hann stynja í fyrsta skipti Þess að ég get bara vel Hann spilar alltaf tónlist bara ekki í neinum hann spila alltaf einhverja íslenska reif tónlist eitthvað einu sinni þá var hann að spila fússbræður ég eitthvað, fússbræður? Já, ég gjör daginn eftir þá var ég að spila fússbræður hann segi, fússbræður umleir hann er alltaf að breyta með skoðan sko Spaukstón, já ég elskar Spaukstón Næsta dag, Spaukstón Sko, við erum að gera þætti Það er fyrir homma Við gerum þætti sem hétu þarna Kist ég víkóðin Akkur Þú veist að Við gerum þætti sem þetta landskjöra sem var að taka viðtali alla forman alla stjórnmálaflokka og ég var ekkert búin í svona fínu fötum því að sama dag ætlum við að heita Katrín Jakobs og Katrín og ég ætla að segja Katrín Jak nema það breyttið í Katrín en það hljómaði Katrín Katrín Jak þá var hann eitthvað að byrja akkur svona fín maður og ég sagði að ég er að heita forsætisráðherra Íslands já þetta verið þarna Kötu Fíbl öskra hann allan ganginn Kata Fíbl Kötu Fíbl já hann öskra bara miklu herra sko og allir voru að
horfa á hann eitthvað, þetta var rosa vandræðilegt sko. En þarna Uppáhaldsflokkurinn bara farin til skammar. Býtu, þarna Já, ég að lesa þarna barnabókina Goggi og Grjóni frá 1992 eftir Gunnar Helgason fyrir þarna ritgerðina. Ég veit þess að Mattías að klúður á. Og þarna, það var Spaugstofu samtal. Já. Getur lýst? Þeir voru sagt að fara, Goggi og Grjóni voru sagt að fara heim frá þarna Langafa. Já. Og þarna þeir voru eitthvað þarna Já, Langafi þeirra gaf þeim leikhús með og þeir voru eitthvað leikur Spaugstofumennirnir í leikritinu og eitthvað svona og þeir eitthvað, nei, þeir eru ekki alvörunni leikarar eitthvað, nei, þeir vera fyndnir, já, Siggi Sigurjóns svo besti og eitthvað svona þannig og eitthvað svona, nei, þeir eru ekkert alvörunni leikarar maður. Þetta frábært, ég þarf að lesa þessa bók. Sko, út af hverju þetta Þú hefur lesið þessa bók? Já, en það var í 3. bekk eitthvað, ég man Það eitthvað, hvað Spaug? Jú, ég horfði alveg Spaugstofan þannig, ég er bara múin að glemma sér sko. Já. Hvað með þeim, Mattías? Það var að tala hvað meina Spaugstofan í þessu. Nei, þetta var bara eina leikur Spaugstofan í leikritinu. Já, það er frábært. Spaugstofan var alltaf bara eins og Utt og Steindi og Gilsa á þeim tíma sko. Já, 1900. Það var alltaf voru bara, heiti Gilsmar, heiti Randumar. Já, þarna, ég minna að Grjóni fannst þarna Siggi Sigurjóns vera besti bara annarkvort, það var einn fannst Siggi Sigurjóns vera besti og einn fannst Latti vera besti. Þetta var þetta innbakast Þetta er 1992. Já, það var innbakast nýbyrjar sko. En jú, hann var náttúrulega líka bara þannig með þeim sko, þannig að já, ég skilulega hann sagði að hann var meðlumur. Einmitt. En þarna, við verðum með tilkynningu í lókþáttar, þetta er rosalega stór tilkynningu. Það er ekki næsta þetta, eða? Í lók þess að það verðum með tilkynningu að, þú veist, við erum tilkynningu, já, en við erum líka með aðra tilkynningu, næstu þáttu verið beinni útsendingu, sem við erum með ennþá stærri tilkynningu, seinna þessum ætti. Ég braut mikrofónin. Herjá, en það bein útsendingi næstu viku. Hvernig leggst það í ykkur? Við erum mikið stress. Það er sannlega bein útsendingi. Því að það er ekkert að klippa hann til burtu. Hérna, já, við ignorum bara myndavélina. Við höfum þetta live. Já, en þarna sko, þetta mun síðan eftir og líka frá netið. Þetta mun líka síðan fara. Þannig að ef við segjum eitthvað mistök, þá við erum alltaf að klipta upp og bara taka hlaðar, en ef við erum líka í beinu útsengu þá erum við að klippa það í burtu sko. Þannig að við þurfum að gæta orða okkar. Já, það er ekki venjulega sko, ég er bara að segja ennur og líka í fyrstu aftan og svona, ég klippum því burtu við erum alveg hættir að klippa burtu. Já, stókar núna erum við alveg að fara að vera komin í 30 mínútur og þarna ég vildi bara spyrja hvort við getum farið í einhverja liði núna. Já, hvaða liði? Ég er vandur að flesti liðnir eru svo hundleðileg. Allir liðnir. Við erum ekki að ringi í svona 5 þætti. En sko, eitt svona sem að langar til að prófa er sko að þarna, við vorum með dagskrálið. Ég er ekki að segja út að fara aftur í hann, en þarna, ég er með eina hugmynd sem tekist þessu. Að við fórum í dagskrálið, ég man sér hvað hann hét, en við ringdum í svona fræga einstaklinga. Ringdum í Pálma Gesson, Sigga Hall. Já, við erum ekki að fara að gera það. Nei, já, ég veit það. Býtu, hringdum í Örn Árnason, Sigga Hall, Pálma Gesson, Eddu Björgvins og eitthvað. Við hringdum hann ekki Óskar Jónasson. Já, og fleiri bara, segjum það. Og þetta var, við gerum þetta í 2 þáttum, ætlum því að taka pásu, kannski eitthvað sem byrja aftur, það getur vel verið. En ég sko, langar svolítið að vita, sem þessa Úlfur, að þarna þú sett fræg og grínisti og HTX er þarna skjárin og ég sé svona að hringja svona, er þetta ekki Úlfur Marason, er að fara að koma að skjá bíómyndin. Hvernig, ég var að prófa það. Það verður bara svona innmyndan. Þannig að, Úlfur, þú ferð kannski bara fram. Nei, ég nenni þessu ekki maður, ég vil ekki gera þetta. Já, ok, verður hérna inni bara, ok. Nei, ég bara vil ekki gera þetta. Ekkur ekki, þetta er svona, hæ, ég er að gera hlaðvarp, maður er spyrja náttúrulega spurninga. Nei. En hvað er að gera? Er þetta formaður International Federation of Porn Dogs? Og ég ætla bara að spyrja Matta svona, er þetta Mattías Hallsson arkitekt? Já, þannig að mikið dánandi, ég er ekki hlaðvar sem til Karlakofinn, þannig að maður spyrja nokkuð spurninga. Já. Þannig að ertu ekkert að fara að byggja svona hús svona sem er svona eitthvað stórt sem þú ráður sig eða eitthvað þannig?
sem það er rosa valdsetið, alþingjós eða eitthvað. Það kannski ekki ríkiseigu en í einkaeigu og einhver tímann, það kemur nú bara til ljósar. Já. En þannig að við ná uppbyggingu við grunnskóla. Er það að vinna ykkur nýju svona húsum eða eitthvað? Bara við byggingu við grunnskóla. Hvaða grunnskóla er þetta? Ég veit ekki að vita það. En þannig að einn spurning, ætlar að fara í stjórnmál? Fokkaðu þér. Hæ? Þetta var Matthías Hallsson, hann var ekkert mjög hress og arkitekt. Sorry, mér fannst bara hundleðilegt að hlusta á þetta fyrir geðarmyndur. Þetta var ekki skemmtilegt, þannig að ég segi bara ekki fokkaðu þér. Þetta er svo á. En þarna... Ekki maður svíðið, þetta átti að vera svona í lókið. En þarna, við getum farið í smásáluna. Já, ég til í það. En af hverju prófum að gera smásáluna það sem eitthvað verður frammi? Það sem eitthvað verður frammi, ég er að hringja. Nei, fyrsta gekk svo vel að það með smalar. Já, þannig að hver í smásólunni í dag? Ef ekki bara hafa einn í smásólunni og líkt síðan þá... Já, en við getum líka dreigið eitthvað svona. Hvað mikið er það spinnðu vílt? Já, gerum svoli.io. Hver okkar á að vera spyrill, hver á að vera Sigurjón, hver á að vera Jón? Og þetta, við það er ekkert að vera eitthvað, mér langar að vera með það. Mér langar að vera Jón. Úlfur, það bara kemur allt saman í sko. Ok. Þannig að ég er þú er búin að vera Sigurjón, það er allir búin að vera Sigurjón, allir búin að vera Jón. Já, það eru allir búin að vera allir, sko. Þú er eitthvað alltaf búin að vera Jón, en mér finnst alltaf svo skemmtilegt að vera. Þú er svo fenn Já, það er alltaf í lagi. Takk fyrir. Mér finnst þetta alltaf skemmtilegt að vera Sigurjón. Já. Þannig að þá erum við komið valið alveg, slepptu þessu bara. Já, þú ætlaður út, hoppa úr klukkaðina. Alveg, varstu ekki að gera þetta? Við erum búin að ákveða núna. Jú, við erum að fara að gera þetta, sko. Jú, Matthías var að segja, þú ert góð Jón og þannig að Matthías var að segja við sjálfa sig svo og mér finnst skemmtilegt að vera Sigurjón. En við ætlum að gera þetta núna. Ólfur, þú ert rosalega pirraður, sko. Hvað ef við gerum 2? Hæ? Hvað ef við gerum 2? Ég meina við höfum ekkert mikið til þess að tala Já, jú, við höfum nú að tala Ha? Ég held að Það er ekkert sérstakt búin að gerast í vikunni nema það að Ívar er komin til Ísland, sko. Sækar, þetta er Síams týpur. Já, hérna höfum við ykkur á línunni. Já, við erum Síams í dag. Fólk hefur ekki áhuga á því, sko, heldur. Eða sem að gera 2. Við erum bara að hafa þetta stutt og laga gott. Þetta verður tilbúið bara eftir mjög stutt, þá fáum við niðurstöður í hús og er ekki allir að ofpeppast. Ok, þannig að þetta er hvernig þetta mun... Ok, ég er ekki að byrja svona upphitun, eða? Herri, ég er komin með tilbúið. Ok, byrjum upphitun. Nei. Jú. Nei. Herri, þannig ef að byrja, hver mun vera Sigurjón? Það er, þetta er númerið. Ok, það er... Herri... Úlfur, það er gaman. Herri, og síðan fyrir Jón verður engin, það getur verið Úlfur aftur og það verður Þú. Herri, ég verður Jón. Ok. Já, ég er Dotti. Herri, ég skal bara fara Þú ert Dotti. Þú er bara Slægið þig það. Ég er lókuru. Ég ætla að fara fram. Þú hringir í mig, ok. Jú. Já. Ég fer. Komdu og ringdu hér í smásálina, komdu hérna vinur minn, já. Ringdu hérna vinur minn í smásálin, ringdu hérna vinur minn í smásálin. Komið sæl og verið velkomin hingað í smásálina. Við ætlum ekki að gera introið þannig að þess að Matthías og Almendur finnst ég vera falskur út af ykkur ástæðu og við skulum bara, hérna eru ykkur á línunni hérna og við skulum bara byrja þetta. Já, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hver er þetta? Ég heiti Margeir. Matthías? Margeir. Ha? Margeir, já, Margeir, gaman að heyra í þér, Margeir. Ég er svona bókasafsfræðingur, sko. Já. Og ég bara var inn á kafst, svo datt með í hug, svo fyndi, sem var gerst. Og það ákvað ég bara að prófa að hringja í tvíða. Já. Þegar náttúrulega byrjaði með
þinn einn dagsóliði karlakonum. Já. Það langaði bara svo að deila þessu finn. Ég var bara að ganga frá bókum, þá kom þessi litli krakki og sagði, mér langar að lesa Önnu Frank bók. Ég sagði bara, þú ert náttúrulega alveg nú gamall í þess krakki. Já. Þá var hann svo leiður, hann fór að gráta. Ég sagði, þú mátt lesa svona sakamálabók, og ég kom með svona sönn Íslands sakamál, sko. Þá kom mamman og hún sagði bara það ekki að láta barnið lesa þetta. Ég sagði, hvað að þessu? Þetta nú bara fína bækur, það ekki, ég held það nú. Já, ég skil það vel. Þetta ekkert fína bækur, sko. Þetta nú bara, uppeldi barna nú ekki gott eða þeir eru sér að lesa svona og ég sagði, herru, jú, þetta, þeir læra mikið, þetta hollt, þá eru ekki hrætt. Þá var hún bara svo reið og hún bara fór og bara var svo reið að hún bara hótaði bara að hringja á lögreglu. Ég sagði, róaði nú aðeins gamla kona og ég hataði ekki alltaf í görðunum, kallaði nú gamla kona, hún var kannski frítútt, messulega færtútt og þá var hún svolítið svona reið og þá sagði hann, herru, þetta er nú ekki boðið, svo hann sagði það, ég sagði, herru, þetta er alltaf læg, ekki, þetta er, mér bara varða hann sá í messunni, sko. En þetta var sem svo fyndið vegna þess að þá kom frængt. Já, hann var sko, ég hélt sko, hann væri að koma til þess að tala við mig, en þá fattaði ég að þessi frændi með þessi kona, þetta var nýja kærastan hans frændi. Já, það er skemmtilegt. Þá kom bara frændi minn og bara kom til hans og þú ert meiri og þú ert óþokki og þá bara, þetta var bara svo vandræðilegt og það átti að vera ættamót núna bara í kvöld en ég held að ég ætti ekki að mæta, heldur ég ætti að vera að mæta, það er ekki svolítið vandræðilegt, sko. Jú, það er frekar vandræðilegt. Já, síðan það var síðan, það gerði svo eitt svolítið skrítið, sko, ég var að láta alltaf vita pabba minn, svona, ég get ekki mæta ættamóti, það var nú svolítið vandræðilegt og blík og svona, svo nú var svona eitthvað vandræðilegt. Já, var það þarna með geislavirkni? Já. Hvað geislavirkni? Þess að þá var rosa vandrar og segja, nei, engi geislavirkni, sko, ég glemdi mér. Nei, hvað með hennar geislavirkni? Þá sagði hann, nei, það var ekki geislavirkni, sko, ég bara ruglaði. Og hann sagði, ertu nú byrjaðar aftur að hlusta á Baggalút? Hvað sagðirðu? Þá spyr ég, ertu byrjaðar aftur að hlusta Baggalút? Já, alltaf þegar hann hlustar á Baggalút, þá svona, er hann alltaf að tala bluturnar og hann verður svona skrítið, sko. Þannig að mér datt í huga að hann verið aftur byrjaðar á þessu Baggalút dæmi. Já, en ég sé ekkert vandamál við það að hlusta á Baggalút, hvað? Þegiðu þetta ekki. Þetta búið í gangi 10 mínútur samt. Hann fyrir stuð. Segur svo. Sorry, ég er að tala við Segur svo. Hann er í stuð. Segur svo, þú ert að vera í jarðvörn í ömmuðinni. Herru, já, ég held að við getum ekki farið lengra hérna. Billy, takk fyrir, Margeir. Herru, ég er með eina aðra sögu. Ertu með eina? Ok, alltaf að skjóttu. Já, sko, ég fór í fiskeldi. Það kom svona fiskur. Aha. Og hann var lifandi. Já. Já, það var bara í sjónum. Hvaða lélegu fiskimenn voru þetta, ha? Nei, ég var bara, ég fór í skip, sá lifandi fisk í sjónum. Það er rosalegt. Ég þarf að flýta mér, ég á ekki bara að mæta í þetta ættamót, það er ekki bara snögt. Já, sorry, bara Doddi hálfviti trublaði mig, minnir mig alltaf á þetta ættamót, ég ætti kannski að ráða annan tæknimann hérna, sko. Bara takk fyrir að hlusta svona vel á mig. Já, ekkert mál, og bless. Núna skulum við bara bíða eftir Arnmundi. Ég læsti. Nei. Matti, hvað er að þér, maður?
Það verður bara komið í spunakast bara með okkur tveim. Nei. Hvað að þér, Mattías? Mattías að reyna að loka það inn. Úti, það er bara fyrir. Þetta var rosalega, þú veist, það rosalega mikið fólk í bókasafninu og það var allir að horfa á mig svona, hvaða bull þessi krakki að tala Ég var bara fisk í sjónum. Já. Ég var bara eitthvað að segja þú þarf að vera komin í jæra Já, þetta var algjör vitleysa. Það var stöla. Ég var þarna bara inni hjá bókunum. Varstu inn í bókunum? Alveg bara fór í einhverju bók. Ég var þarna til að fara að næra TFD-diskunum eiginlega, svona þar bil. Við erum núna búin að tala í 44 mínútur, 42. Og hvenær er þessi tím búin? Látum okkur sjá. Komi, viltu vera milljónumæringur en bara við erum að fála hér spurningar. Hvenær er þessi tími búin? Þegar ég ætla að fara yfir hvenær þessi tím búin. Úlfur, ertu í símanum? Já. Hvað leiðist þér? Ég veit bara ekkert hvað við erum að tala næst. Það heyrir samt. Úlfur, við höfum nóg að tala Ég er með fullt að slúma. Ok, skjóttu. Já, ég ætla fyrst að segja skjóttu, þetta er svo asnalegt. Nei. Það er svo mikið sem 48 myndir eftir að tímanum okkar innan er. Já. Við höfum nógan tíma. Við erum hálflega með. Við höfum nógan tíma. Heyrjá, ég hafði eitthvað merkilegt til að segja manni. En hvað það var, mann ég ekki. Já, heyrðu, en já, það einhver sem segir í álunni heyr. Heyr. Nærmund. Heyr, ég man ekki eftir því þegar ég segi það. Já, það getur vel verið að segja, sko. Það er Gmaili. Heyr. Já, það getur vel verið. Þú bara endar bréfið á heyr. Armundur, hefur þú heyrt sketsin eftir tvíhöfða grís? Grís? Nei, ég hef gert hann. Eða svín? Ég hef ótrúlega ekki heyrt hann á þess. Æ. Þannig að þetta er mjög fyndið, sko. Þetta fjalla bara basically mann sem er sofandi með konunni sinni í einhverju blokk. Og hvað breytir svo konunni? Og svona, já, og klukkan, tíminn byrjar að líða og byrjar smátt að breytast í svín. Og svo byrjar eitthvað svona, hver sem getur breyst í svín. Meiri síðan hann Jóhannes sem var eitthvað maður sem var hann. Svona eitt með algjör snill. Ég er búin að fatta hvernig hann er. Svo þeim að ég búið sem tvíðið þið tekin á. Þegar ég, sem dottir, það er svona veggur svona hérna. Hér er svona lítill mikrofón sem heyrist ekkert í og talva. Hann er bara eitthvað að hanga og hann er bara eitthvað rúf.is, hann er bara eitthvað rúf.is og er að lesa fréttir og eitthvað og meðan þá er hann eitthvað. Hvernig fannstu út úr þessu? Hann setti einn Instagram-story sem var að sína bara svona eitthvað. Við erum að sjá það. Kannski getur það sýnt mér þá eftir. Það er dottið út. Það er dottið út! Þú sendir mér það ekki? Vegna það, ég held að ég kom ekki fyrir það svo margina. Ef við frá að syngja Magga. Ringi Magga? Já, hringjum í Magga. Þú hattar hann kannski. Maggi mús. Með pening, það er spurningin mín. Ég er ekki pening. Ég er með pening. Ok, já, ég ætla að. Ok, gott. Ég ætla ekki að vera einu sem ekki með pening. Já. Hvað, myndir þú þá drepa okkur? Hvað að segja Magga? Ég veit ekkert hvað að segja. Sveið bara, hvernig gekk í hraðprófinu? Hversu langt? Ég hringdi síðast í Magga fyrir 8 dögum. Armundur, ég skal sína hvernig maður gera þetta. Ekki skella á aftur í elurni. Þú veit ekki? Nei, ok, ekki í elurni. Já, ég er ekki að gera það, kongur. Það var bara að segja karlakongu Ég held að Ólfur þarf Ég veit ekki hvað ég er að segja, sko. Já, þú veist bara ekki. Karlakongu dag. Karlakongu. Snorri skort, þegar hann svarar ekki í drengurinn, sko. Nei. Karlakóan, góðan daginn. Karlakóan. Hæ. Karlakóan. Hæ. Karlakófinn.
Segir bara hæ. Heyrðu, þarna Karla komin, góðan daginn. Heyrðu, en þarna hvað segirðu gott? Allt fínt. Allt fínt. Hvernig var í hraðprófinu? Ok, bye. Ha, ertu að fara í bíó í kvöld eða eitthvað? Nei, okkur ertu að fara í hraðpróf? Því að það var bara eitthvað mjög fekk skipun eitthvað. Þetta var tilkynning. Já, hvað er ekki bara gaman og svona? Hvað er eitthvað Bingwatch eitthvað, Squid Game eða eitthvað? Nei, bara Lesa bók, já, það er rosa klassíst að lesa. Tilkynningu. Hvað er að lesa Futurama þarna, teiknumyndasöguna? Nei, ég er að lesa bók. Bók? Hvað? Já, bara David, ertu að lesa þarna ritgerðina í þarna fyrir íslensku eða? Já, ég er að gera það. Já, hvaða bók ertu með? Skrifaði stjörnunar. Skrifaði stjörnunar, hvað er eitthvað svona úlíkabók? Heyrðu, ég var að fara. Já, ég ætla að segja Magga eitt. Hvað ætlar að segja? Ég ætla að segja þarna ég og Snorri sáum hann þegar hann var að lappa fram hjá Þórshamari. Já, heyrðu, en þarna, já, ég setti henni á Instagram að við ætlum að spila eitthvað lag í þetta sem áhörnum ráða og ég fekk eitthvað lag og ég ætla bara að spila þetta lag. Ætlar að spila þetta núna? Það held ég. Það er Gilsi Væbók. Ég fekk tilkynningu einhver 2 á TikTok eitthvað kíkta þetta og ég fekk eitt já, Gilsi Væbók er ógeðslega ég fekk eitt af nafna algjörum meistara sem í bekknum okkar. Herra, það er Kóda og er frá tónlistamanninum 6EX9E. 69, nei, við erum ekki bara að hlusta fucking 6. Nei, Armundur, nei. Við þurfum allavega minnst að kosta 10 sekundur. Nei. Við lofum. Þú veist ekki hvað þú ert að fara að spila, Armundur. Við þurfum að spila Þessi gæi. Nei, þessi. Við lýsum að þessi 10 sekundur. Nei, þessi gæi. Þessi gæi var fastur í litakassa í svona mjög hann var handtekinn og hann fekk að fara í heimafangilsi þar sem hann var bara byrjað að taka upp music-vídeó með einhverjum fullt af silikon brjóst á rassakonum í einhverjum litakassa sko. Þetta er algjör halvviku. En ég var ekki að segja þetta væri gott. Við spilum alltaf 5 sekundur og ég vona bara áhörnundur séu núna búinir að heyra þetta. En það kom ekkert annar lag. Heyri, en það var skjáþáttur í gær og hann var svolítið til vegna þess að mjög mikið bara eins gott að þú spilar ekki búba sko vegna þess að það kom upp sko að nei, ég meina gúba 90% aðdáanda vilja fá Mumma og Dóru saman í skjánum og eða horfa á næsta þátt sem er special þáttur þá horfiði á hann því að það mun stórt gerist við viljum ekki að segja hvað gerist eða gerist eitthvað stórt og ég lesa alla þá sem segðu já. Ég vil bara segja það að ég hata það. Já, sko, svo segðu 9 já og 1 nei. Hvað er það persónubrot við segjum hverju segju já hann er? Það ekki eitthvað svona brot á hverju að kjafta? Nei, ekki bara sjá það. En það er engin hlust, ef að segja það ekki. Já, við skulum ekki vera að segja það. Nei, ok. En það er einhver hlust á þetta lagur svona yfir við það. Þannig ég alveg tala. En svo hvað er margir núna búin að sjá stórið sem ég setti fyrir klukkutíma síðan? Það eru 5 búin að sjá það. Meðal annars þú sko. Þannig að teknilega sé 4 allavega. Ég ætla ekki að segja hverju verður. Það er nokkur sem við þekkjum. Heyrðu Úlfur, í einhverju kallingu þetta þá sagður að þú mistir vininn þinn. Mistin á vininn, hann bara lést. Hann lifnaði við í vikunni. Ertu búin að hitta hann aftur? Nei, ég er ekki Hvernig ætlar að hitta hann aftur? Kannski í dag ef hann er hættur að vera þreyttur. Já, hann dó ekki, hann flytti bara til útlanda. Og hann er kominn aftur og er að fara að vera núna í 2 vikur. Og þetta er hann Ívar. Ibbi gamli. Já, Ívar Breymir Ibbi gamli, hann er gamall, hann er bara kallaður Ívar eða Ívar Breymir. Ég ætla ekki að segja fyrir hann rosalega virkur að dúa. Nei. Grín.
En þarna, hann er allavega ofbáslega næs gæi og hann er að koma hingað í 2 vikur. Bara flott, Jón. Má ég aðeins bókina Hvað gerðist á Íslandi 1983 Við ætlum að hafa þetta svona þegar við fyrir beina útsendingu. Úlfur, þú veist, þetta álíka að vera í hillinu, sko. Það er bannað að taka þetta úr. Ha? Ég má reyndar ekki taka þetta úr hillinu. Já. Það er rétt. Hvað er bara að hanga hérna í 9 mínútur bara? Við höfum nóg að tala um. Nei! Af hverju byrjar þá ekki að tala? Guðný María, hún var ekki út nýtt lag í vikunni. Já, Mr. Santa, já. Það vissi það ekki það. Við ætlum að spila það í desember í eitthvað þetta. Já, líka ég ætla ekki að rota þig. Herru, ok, við fyrir komið tilkynninguna. Tilkynning er komin, tilkynningin er, það verður stór tilkynning í næsta þætti. Það er tilkynningin. Næsta þætti var í beinni útsendingu, það voru stór tilkynning og ég lofa tilkynningin er ekki að það voru tilkynningi þar næstu viku. Það voru alveg tilkynningin. En þetta fyndi brandari. Og ekki vera hangt í símanum. Ég bara tjekka klukkan var. Já, hann 3. Já, en þarna, sko, ég fór í COVID-test í vikunni. Nei, ég fór ekki. Ég hafði ekki til að segja, ég sagði þetta eitthvað ræst. Já. Hefur ekki til þess að segja? Sko, rétt áður en við fórum í þáttin. Þá var ég með rosalega mikið að okkur. Sko, rétt eru fyrir það var ég ætla að segja þessu og sem mann ég bara þetta Home Alone ég með eitt annað sko það kom, þetta er ekki merkilegt en ég skal bara segja frá þessu fyrst að við erum að dættur hundum ég fór vegna það í gær það var ekki bara Home Sweet Home Alone þannig komandi hún sem heitir íslensku Home Sweet Home Alone fallega heimilið Drottinn blessi heimilið 1 Drottinn blessi heimilið 1 Drottinn blessi heimilið 1 komin á Disney Plus en allavega þá kom líka í gær crossover þáttur þetta Simpsons og öllum Disney karakterin Nei, ekki Disney, ég er búin að fá nóg af Disney og veit ég það að þetta voru 5 mínútna langur þáttur ég horfði á þetta og þetta var auglýsing Þetta var þarna stelpan að Lisa Simpsons að syngja að ef að foreldrar fá nóg af börnunum sínum þá getur þau downloada Disney Plus og þá getur þau horft á Andris Öndur og svo kjafta þær. Þetta var bara hún eitthvað ef þið fáið nóg af börnunum ykkar þá getur þið komið Disney Plus og sýndir á svo mikið af skemmtilegum teiknumyndum farið á disneyplus.com búið. Hatar þú Disney? Hvað með Guffa? Heyrðu, Úlfur, það er nefnilega að fara að koma, sko. Ok, en er þetta bara ég? Eða ég er bara verður svona þreyttur þegar ég byrja að fara út og hitta fólk þá verður ég bara þreyttur eftir þetta. Já. En það er að fara að koma Garfield teiknum. Já, sem líka leikina Chris Pratt. Já, ég sá það á netinu. Og síðan er líka að fara að koma þarna. Ice Age nýmynd. Já, nei, þetta eru þættir. Og líka þetta skretta hvað hún heitir. Og líka skretta. Hæ? En þetta er svo low budget. Þetta var mynd, sko. Sökar. Og líka þetta skrett og þetta loðfíll og skrett verða báðir leiknar á Chris Pratt. Þetta verður sýnt á Disney Plus. Auðvitað það verður að vera Disney Plus. Mattías, ástæðinu vegna þess að Blue Sky sem framleiðir þetta Já, Blue Sky er hægt. Já, það er hægt, þannig að þið Og Disney er núna að gera í staðinn. Og þetta sem er hörmulegt. Og þetta er oflélega mynd til þess að vera Pixar mynd. Eru þið búin að sjá shit? Hvernig hann lítur út? Nei, Úlfur, ég horfi ekki á það. Hann er svo ljótur. Já, síðan er fara ljótur en mamma síðan er líka að fara að koma önnur Kidda Klaufa teiknumynd. Hún kemur á næsta ári. Kiddi Klaufi númer 2 teiknumynd. Það er að fara að gera allar bækurnar það. Jú, og þetta er peningur. Þetta er allt Disney Plus. Ég er komin nóg Disney. Ég er aldrei að fá mér Disney Plus. Ég horf á heimildaþætti með Spaugstofun í gær og það var að spyrja þegar Randver hætti, af hverju hættið þið ekki með honum? Peningar. Peningar. Karl, er þetta læg? Peningar. Já, ok, takk fyrir þetta Karl. Þátturinn er búinn. Þetta átti að vera heillaftur af hverju þið heldur áfram með Randver hætti en þið náðu að setja bara í eitt orð, peningar. Þú veist, það er bara lífið í peningar. Nema ekki á skjón. Við fáum 0 krónur. Við erum að gera þetta af þess að við nennum þessu. Já. Við viljum gera þetta. Ég held reyndar að sko
þeir hafi hvattir til að halda áfram líka því meira. Já, bara koma svo strákar, gleymi þessum Randveri hálfvita Randver, hann sagði líka en hann var rekinn, Randver vildi líka að þau myndu halda áfram og sagði þetta er lífið ykkar líka, af hverju haldið þið áfram og hún var Randver, hann var í alveg sama, hann var þegar svona af hvernig þetta gera sig í viðtalinu. Gísli Marteinn stjórnaði sem þetta og hann var eitthvað, hvernig gerðist það Randver? Það var eitthvað, já, ég var nú bara að taka upp eitthvað skets og það kom Þórhallur og sagði bara, þú ert ekki lengur í Smokkstofunni. Ég bara, ha? Já, þú ert ekki lengur í Ég reynda Já, hann veit mér ekki ástöðuna bara, þú ert fara heim núna. Ég vil segja okay, hann var alveg drullu sama og það bara, þið með halda áfram, mér alveg sama. Ég voða lítið Þetta er ykkar líf líka, þið með alveg halda áfram. Ég voða lítið séð Spaukstofuna sem gestir í Gíslamartinni, bara einn af þeim. Það tveir hefur verið gestir. Örn Árnason var einu sinni og Karl Ágúst var einu sinni. Bara einu sinni? Af hverju vilja þær aldrei koma? Gísli Marteinn Röður sem segja eitthvað, já þeir eru ekki nú relevant, við erum að reyna að hafa cool gestir eins og Bassi Marás. Því þetta er Gísli Marteinn Gísli Marteinn að reyna að vera relevant. Örn Árnason, hann er þjóðkursun en hann er leika auka hlutverk í barnaleikrit og ég held að hann sé ekki hér er við Örn Árnason sem leika auka hlutverk í Karlmannbænum. Örn, hvernig það að ríða mér? Já, þið vilja ekki vita hvað gerðist á bakvið tjöldin Ég var ekki bara að fara yfir í fréttu vikunar Ég er fyndin Og er búið Ég skil núna grínþættir út að þú gerst aldrei Ég held að þetta verið að djöfa hann er frábær í svona falsfréttum eins og hann sé fyndin Hver? Gísli, já Já, en Úlfur, ætli þú ekki að koma svona eitt pröfudagsálið sem að lesa svona screenrad-greinar eitthvað Top 10 things you didn't know Já, ég hélt að við ætlum að gera eitthvað þannig í sambandi við þarna trúdótið þarna að trúa einhverja verur eða eitthvað svona þarna Akkur sagði það ekki bara í byrjun þáttur Út af því að ég held að ég myndi ekki nenna því Ég var auðvitað að segja en ég var auðvitað þín eftir því ekki Herru, ef við ekki bara að gera Nei, það er rosi Það er sko 2 mínútur þannig að það er komin upp í klipp Já, en það er alveg, við erum samt alveg eftir 40 myndir í kompani Já, en svona, við erum dálítið hættir með þetta umræðefni, sko Já, en þetta er allt annað, við erum fyrst að tala um að trúa á hluti, trúa á geimverur Síðan við erum að tala um eitthvað grín og skrína, það er ekki Ég fórum í smásöluna Já, smásöluna og það var Já, ok, gerum þetta þá og það er komið hann í eftir screenat-vídeónu Það er, hvað, top 10 things you didn't know about Skekla og introið samt Hvað heitir þetta vídeo? Þetta er samt ekki screenrant Þetta er bara Hvað er þetta? Top 10 things caught Hvað? Nei Þau verður að hafa komið skjáin eða eitthvað Nei Hvað er þetta tilbúið? Nei, bara Hvað er þetta að byrja? Hann er fyrir að gera komið Ice Age eða eitthvað Top 10 hlutir sem hafa verið funnir í kameru Númer 1 Einu sinni var maður að labba í skóginum þangað til hann sá lítinn garðálf hlaupa fram hjá honum Hann öskraði Mamma hann hlaup Er það ég? Og það sker Númer 2 Stórfótur að runga sér í tjörninni Stórfótur var fundinn að runga sér í tjörninni Númer 3 Þetta var hljóð af kolkrabbaskrímsli sem var fundið í hafinu í Mexíkó árið 1920 Ertu búinn? Nei Ég er bara rétt svo búinn með númer 3 Úlfur, vill ég frekar gera eitthvað topp Þá þú fyndir úr svona topp 10 hluti sem þú veist ekki með skjáin eitthvað Það er ekki sambandi þá við umræðefni sem við höfum Við þurfum ekki að hafa þetta sé sambandi svona umræðefni Ok, gerum þá þetta skrýna dæmi Ok, alltaf læg Við gerum karlkon, við gerum karlkon Já, topp 10 hluti sem þú veist ekki með karlakon Já, ok Ok Við erum tilbúin Ekki alveg klippt í burtu, höfum það Lights, camera, action Nei, eitthvað svona hressandi, býtu
Slöndjari sem þið vissir ekki kærleikakofann. Númer 1. Maggi ekki undir borðinu. Þú ert að útskýra hlutina svona. Maggi ekki undir borðinu. Númer 2. Armundur samkynhneigður. Ég meira að tala svona eitthvað í þessum þætti karlakonum. Já, ok. Það var ég alveg blaze movie. Í þessu þætti þá í alvörunni leynigestur. Þið bara viti ekki hver hann en ég held að við vitum það. Það var enginn annar en Gunnar Smári. OMG. Gunnar Smári var brjálaður þegar Úlfur sagði að Stórfótur væri ekki til. Hann var algjörlega klikk. Hann beinti byssu og Magga og skaut hann. Þess vegna hann ekki í þættinum. Já, númer 3. Gísli Rúnar caught in 4K í Instagram story. Þegar Armundur var að taka Kakla komin að byrja gafal að því þá sjást hún gluggan í aftan Úlf Gísli Rúnar að kíkja inn í kompuna. Gísli Rúnar að kíkja í kompuna og hann sagði ég betri en Landi. Ok, það aðeins slæðar En ok, númer 2, það mjög mikið fólki frammi. Það allir að hlusta, sko. Þeir bara lítandi út úr gluggan. Ok, númer 2. En númer 4. Ég kann ekki að telja. Hvað gerðist á Íslandi árið 1980 hreyfði sig þegar Mattías þegar þætti 16 þá gerði Armundur story þá sem hann var að leggja Magga í einelti fyrir að borða keks og þá sást að bókin 1980 hreyfði sig 1 millimetra. Við vitum ekki hvort þetta hafi verið satt en þetta var örugglega alvöru. Þetta vídeo búið? Nei. Ef ekki það var enda karlakomin í dag. Nei, býðans. Númer Ég er líka með eitt svona annars. Númer 5. Úlfur að skoða klám í tölvunni. Men þess að Úlfur nýlega orðin aftur á kúlukúmpa aðdáanda þá ákvað hann að prófa að searcha reglu 34 af kúlukúpanum. Hann varð ógeðslega graður og Gísli Rúnar draugurinn var brjálaður. Númer 6. Sko það sem gerist var að það kom einhver datt ofan á þetta Númer 6 þá komið að því Ég svo ófindin. En Úlfur, gerðu 2 viðbót í þessu, ok. Honorable mentions. Armundur nippultvista sjálfan sig. Mattías að runga sér yfir Guðjón Samúelsson. Úlfur í sleik við hund. Og Maggi Ok, nú að síðasta. Númer 10. Maggi. Ok. Nei. Undir borðinu. Sko, ég er svona, já. Takk fyrir að horfa á þeirra skrína.
Ef þið viljið sjá meira, subscribe rásina og þið munið að íta á bjöllina fyrir mig notifications og munið að likea og subscribe. Já, takk fyrir að hlusta og horfa. Já, við langar bara að minna ykkur á að það eru allir helstu samfélagsmiðlar. Nei, við erum ekki búinir. Mér langar að spyrja ykkur eitt, hvað finnst ykkur svona fólk sem alltaf svona fólk sem alltaf að segja eitthvað, við búum hérna skítaskeri lengst út í raskati og það svo kalt hérna og ömurlega, hvað finnst ykkur hana? Líka við kuldan. Já, sko, mér langar að segja þetta fólk, þetta eru bara kuldaskræfur sem langar að búa Tenerife. Ég hef aldrei farið á Tenerife og mér langar ekki að fara á, mér langar ekki að fara á einhver svona sólaþögn, mér finnst það leiðinlegt og bara þetta eru bara kuldaskræfur sem vilja fá sól. Mér langar í snjó. Já, og bara veistu það, ég þoli ekki svona fólk sem alltaf kvart það, ég þoli ekki, ég var í útlöndum, það var svo heitt og maður syngi mig aftur hérna í rigning og roka, svo ömurlegt. Ég að horfa því ungfrú danska, það sem ég ætla ekki að segja og þú veist, bara svona fólk sem, bara gamalt fólk sem býr á Tenerife, já, ég býr hérna Tenerife. Já, ok. Ég hata svona helvíti sólstöð. Þetta bara alveg. Ég nenni ekki að tala þetta, ok. En hvað lagu hafandir? Setjum á... Hvað með þetta the most mysterious song on the internet? Ég veit hvað lag. Hvað með setjum the most mysterious song on the internet? Setjum á... Það lag sem er mjög... sem engin veit hvað það kemur. Þetta er þýskt lag sem var spilað á Sunnarstöð útastöður 1984 en það Amandur, við erum ekki bara að spila fucking Kalmarstöð bara. Nei, þetta er ekki Kalmarstöð. Áður við förum þá ætlum að spila eitt annað. 2 14 6 Nei. 200. Já, þetta er Kalmarstöð sko. Þetta er ekki Kalmarstöð. Nei, stáðar, mér langar, stáðar, ég veit ekki, ég trú ekki að ég sé að segja þetta en ég er í alvörinu til í að horfa að hlusta á Sam og Þegið sko. Sam og Þegið, en við erum spilað áður. Æ, það er svo langt síðan, ef ekki að spila Sam og Þegið. Sam og Þegið. Þið getið Sam og Þegið. En næst eftir þá verður að spila þarna þegar most mystery Sam og Þegið. En síðast þá var slögt mikrofónum okkar, ef við kynum bara hafa kveikt. Jú. Hafa kveikt, jú. Þú ert eins og pabbi minn eða Hási Anders. Þetta var ekki Sam og Þegið, kæru hlustundur. Nei. Þú snýrið mér hring aftur, hringin sem geislaður, hring. Jú, ég setti það sko inn á YouTube. Ég á þann rétt. Sem þið vegið og að ykkur bara þegið ykkar pönt vegið og kauturinn með kveisu greið í kekkin saman móði degið það setjist bara upp á eldhúsbekk og segið já segið það Sam og Þegið Sam og Þegið. Ég ætla bara að minna ykkur á Úlfur á TikTok. Þetta er allt í Almendur. Dögun er hægt. Nei, ég er ekki á TikTok. Finnið Úlfur Marunason á TikTok. Ég er ekki á TikTok. Úlfur er á TikTok. Úlfur er á TikTok. Sérstaklega TikTok. Sérstaklega Úlfur Marunason á TikTok. Þetta var Takk fyrir að hlusta. Bless.